Góðan dag, kæru áhorfendur og sveitarstjórn. Ég býð ykkur velkomin á fund í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 253 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættur aðalmenn Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónadóttir, Eðvar Ólafur Traustason, Telma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarni Bjarnadóttir og svo... Nei, fyrirgefið forseta. Ef að betur er að gáð, þá er það ekki Bjarni sem situr hér, heldur er það Logi Sigurðsson sem situr hér í hennar fjarveru. Og svo er það sú sem hér stendur, Guðvilind Eyglódóttir. Starfsmenn fundarins eru Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusvið sem ritar fundargerð og Stefán Broddi Guðjónsson, sveitarstjóri. Forseti óskar eftir að gera eftirfarandi breytingar á dagskrá fundarins og það er eftirfarandi að númer 1 kemur inn skýrsla sveitarstjóra. Við bætist mál númer 21.11.023, verkefni vegna innleiðingar hringrásarhagkerfi sem kemur inn undir lið númer 19. Mál númer 24.04.324, tengivegaáætlun 2024–2028 kemur undir lið númer 20. Mál númer 24.05.033, aðalfundur Háskólans á Bifröst kemur undir lið númer 10. Liður númer 23.11.070 fellur út af dagskrá, í staðinn kemur mál númer 23.11.071, íþróttasvæði Borgarnesi, deiliskipulag undir lið númer 16. Og þá koma inn 2 fundagerðir, þar að segja fundagerð fræðslunefndar frá fundi nefndarinnar númer 233 og fundagerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi númer 62. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna breytingar á dagskrá að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá er okkur ekkert af vanbúnaði en að ganga til dagskrá á þessum bjarta og fallega degi. Fyrir liggur dagskrá í samtals 29 liðum, 21 afgreiðsluliður og 8 fundagerðir sem verða lagðar fram. Og að venju þá byrjum við á skýrslu sveitarstjóra og bið Stefán Brodda Guðjónsson að gera svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, kæru íbúar og aðrir áheyrendur. Nú hér á eftir verður ársreikningur Borgarbyggðar tekinn til seinni umræðu. Ég ræddi aðeins reksturinn og reikninginn í skýrslu minni á síðasta fundi og Halldóra Pálsdóttir frá KPMG fór ítarlega yfir tölurnar, þannig að ég ætlum ekki að bæta miklu við núna. En bara aðeins að ítreka og endurtaka að afkoman í fyrra var góð og gott sjóðstreymi frá rekstri, upp undir tæplega 1 milljarður króna. Það hefur hjálpað okkur að búa í haginn fyrir fjárfestingar sem framundan eru og uppbyggingu, en við þurfum að því að halda, því að ef við horfum bara kalt á málið, þá má segja að sveitarfélag hafi með áramót átt í sjóðum 580 milljónir króna, sem er sannarlega sterk staða, en í fjárfestingaráætlun fyrir næstu 4 árin, eins og gert ráð fyrir uppbyggingu, fyrir að fjárhæð vel á 7 milljarð. Þannig að áfram þarf reksturinn að ganga vel og afkoma síðasta árs gefur okkur sem betur fer jákvæð fyrirheit að reksturinn þoli vel lántöku sem komandi uppbygging óhjákvæmilega felur í sér. En framkvæmdatímabil er hafið. Framkvæmdir við endurbyggingu grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum eru hafnar, búið að hreinsa út úr miðrými grunnskólans í Borgarnesi vegna myglu sem þar kom upp og framundan að ljúka því verki. Nú útboð endurnýjunar á Sæunnargötu er lokið og ég reikna með að framkvæmdir þar hefjist von bráðar. Ég gæti auðvitað haldið nokkuð lengi áfram. Endurbætur á Varmalandi vegna flutningsleikskólans Hraunborgar þangað, knatthús, stækkun Uglukletts, frekari gatnaframkvæmdir, sameiginlegt húsnæði fyrir slökkvil og lögreglu og svo framvegis. Sömuleiðis þokast mál áfram varðandi skipulagi Brákarey og ég vænti þess að kynninga á hugmyndum sem að þar er verið að teikna upp og vonandi verður það þær hugmyndir vel í krammið. Ég hlakka til að taka þátt í kynningu og að sú kynning fari fram í júní. Nú sem betur fer eru framkvæmdir nú hafnar við síðasta áfanga Borgarbrautar. Sú áætlun sem okkur er kynnt felur í sér að lokið verði við yfirborð á næstu dögum og svo malbikað í lok næstu viku, síðan ráðast í gangstéttar
og við verðum með endurnýjaða borgarbraut áður en hásumar skellur á, og endurnýjaðar lagnir og veitukerfi þar undir sem ekki lítið hagsmunamál fyrir okkur íbúa. En bara svona ítreka, og þetta hvílir dálítið á manni og eðlilega, því að og þó aðeins lítill hluti borgarbrautar sé í höndum borgarbyggðar eða öllu framkvæmda þessara framkvæmda við borgarbraut, þá hefur bara heilmikil tími farið í það að þrýsta á að verkið gangi hratt fyrir sig, og það eru ótalmargir fundirnir, tölvupóstarnir og símtölin sem fara á milli mín og umsjónaraðila verksins. Það er grafalvarlegt mál að borgarbraut sé lokuð eða ófær lengur en brýnasta nauðsyn krefst. Það er bara vaxandi hluti míns starfs og eðlilegt, meðan að mikið framkvæmdir, að fylgja eftir verkefnum, pikka í öxlina á þeim sem að vinna fyrir sveitarfélagið, og það og bara verður þannig og það bara verðugt verkefni. Það eru talsverðar breytingar framundan í skólamálum, svo ég fæ aðeins að víkja að öðru. Skólamálum í borgarbyggð, það helstu umræðum þessar breytingar var fyrirferðarmikil á síðasta fundi sveitarstjórnar. En nú þegar ákvörðun liggur fyrir, þá eru sjálfsir stjórnendur og annað starfsfólk í skólunum bara að leggja kappa á það að allar breytingar gangi eins vel og takist eins vel og hægt er. Það er rétt svona tæpa á þessum helstu breytingum. Ég sé ekki að bera í bakka fullan lækinn við það, en bara aðeins að tæpa. Þetta eru kannski svona í 6 liðum sem þessar breytingar eru. Það er verið til stendur að flytja starfsemi leikskólans Hraunborgar frá Bifröst að Varmalandi. Það eru endurbætur framundan á skólahúsinu á Varmalandi og það munu hefjast brátt, sem í framhaldinu mun hýsa kennslu fyrir leikskólabörn og nemendur í 1. til 4. bekk. Nú, kennslu í 5. til 10. bekk í grunnskóla Borgarfjarðar verður hætt á Varmalandi næsta haust og nemendum boðin skólavist í grunnskóla Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum eða í grunnskólanum í Borgarnesi. Skólaakstur barna í 5. til 10. bekk á skólasvæði Varmalandi breytist og það fyrirsjáanlegt að börnum muni standa til boða val skólaakstur annarkvort að Kleppjárnsreykjum eða í Borgarnes. 5. liðurinn endurbygging á grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum, svona stærsta fjárfestingarverkefni sem nú stendur yfir hjá sveitarfélaginu, og það eru verklok áætluð fyrir skólasetningu 2025. Nú svo áðurnefndar endurbætur á miðálmu grunnskólans í Borgarnesi. Nú fyrir sum börn og foreldra eru miklar breytingar í farvatninu og það eru framkvæmdir sem eru í gangi munu snerta vel flest börn í sveitarfélaginu einhverju leyti, og það er kallað aðlögun og umburðarlyndi svona á okkar sameiginlegu leið að markmiðum öfluga skóla í borgarbyggð. Það var gaman daginn að fá að taka þátt í því þegar að grunnskóli Borgarfjarðar á Varmalandi fékk grænfánan frá Landvernd, viðstaddur afhendingu, það var flöggun, útileikfimi og söngur og margt fleira. Aðeins meira að börnum því að það verður reyndavík aðeins umræðu sem átt sér stað sem fór fram á fundi síðast, en Borgarbyggð hefur auðvitað markvisst unnið að því að undanförnu að styrkja þjónustu við börn í sveitarfélaginu. Sá hópur sem sinnir barnavernd hefur verið styrktur, til dæmis með því að gera breytingar á vaktafyrirkomulagi og hópur stækkaður. Í þessu felst talsverð fjárfesting sem ég tel að sé að skila sér í bættri þjónustu við börn. Nú lögum samkvæmt ber sveitarfélögum með færri en 6.000 íbúa, þeim ber skylda til að standa saman að barnavernd og þjónustu. Og Borgarbyggð hefur í samstarfi við Hvalfjarðarsveit en undir undanþágu. Nú hefur þetta samstarf verið stækkað og sveitarfélög á Snæfellsnesi bæst í hópinn og barnavernd Vesturlands sé dagsins ljós. Borgarbyggð þar leiðandi sveitarfélag og í raun og veru tekur þá væntanlega formlega til starfa leið og viðaukar við samninga barnaverndarþjónustu hafa verið endanlega staðfestir af sveitarfélögum og ráðuneyti. Við erum mjög spennt fyrir þessu verkefni, styrkir þjónustuna og við börn og líka styrkir okkar hóp. Og ég held að rauði þráðurinn í allavega sýn minn og ég held að sýn okkar í Ráðhúsinu og þeir sem hafa með þetta manna málflokk að gera hefur auðvitað verið bara svo hugsun að þetta snýst fólk og það þarf að gera starfsumhverfi og þess eins gott og hægt og tryggja gæði starfsins. Nú, umræða dýravelferð og aðbúnað sauðfjár hefur dálítið verið að banka á dyr hjá okkur. Ég vil bara koma því skýrt á framfæri hér að í
og hefur reynt að gera það líka þegar hefur verið aðspurður af fjölmiðlum eða hverjum sem að í okkar landbúnaðarhéraði, okkar stóra og mikilvæga landbúnaðarhéraði, aðbúnaður og velferð dýra undantekningarlítið til algjöra fyrirmyndar og það mikill metnaður. Það þarf hins vegar að halda til haga að dýravelferð ekki í verkahring sveitarfélaga og þau grípa ekki fyrir hendur og öðru stjórnvaldi. Mér finnst það með ákveðnum ólíkindum auðvitað að við séum enn eitt árið stödd á þessum stað í þessari umræðu dýravelferð og aðbúnað sauðfjár. Til okkar hafa verið að koma kröfur smölun, þar eru lög misvísandi og skyldur sveitarfélaga, lög eru misvísandi skyldur sveitarfélaga og sveitarfélög á landinu eru almennt ekki að bregðast við. Þannig að við erum ekki að framkvæma hlutina með öðrum hætti heldur en önnur sveitarfélög hafa verið að bregðast við. Nú, svo sem að öðru, vaxandi hluti starfsins hefur svo sem verið að bara taka á móti fólki sem að koma til okkar og ekki síst núna fólk sem að leita upplýsinga og fá kynningu á sveitarfélaginu. Til dæmis kom Heru Long, sendiherra Kína á Íslandi við á skrifstofum okkar í lok síðasta mánaðar og það bara gaman að taka á móti fólki sem vill fræðast og segja því frá Borgarbyggð því fyrir hvað við stöndum, hvað við erum að gera og hvers eðlist okkar samfélag Nú það vonandi senduhópur frá ESB í næstu viku og svo þetta að fá kollega frá öðrum sveitarfélögum. Þannig að svið sem hafa og hópar sérfræðinga okkar hafa verið að fá kollega sína frá öðrum sveitarfélögum til okkar. Ég vonandi að setja merkis það að fólki í öðrum sveitarfélögum finnst gott að leita til okkar og gott að leita að ráða hjá okkur og við höfum ráð og upplýsingar að gefa og getum verið til fyrirmyndar og við erum oft til fyrirmyndar. Nú, á morgun, aðeins að segja frá því sem ég gerði. Einhver ykkar voru, þau ykkar sem ekki voru í kirkju á sumardaginn fyrsta, þá var það sumarmessa með skátaæfafi og ég fekk að flytja þar litla hugvekju, þar sem ég fór dálítið víðan völl. Það gott að flytja svona hugvekju, við erum beðin að flytja hugvekju. Það setur mann svolítið í stellingar, maður það að svona undirbúa og flytja og deila hugvekju svona lífið og tilveruna. Á þessu sinni reyndi ég að hugsa svona sumarið, æðruleysi, hamingjuna og hvað í henni felst. Það er góð heilun í því fyrir allavega mig og vonandi fyrir eitthvað fyrir þá sem að hlýddu. Það er líka áhugavert í kirkjunni og gaman að sjá að jafnvel að þar var komin svona hið þversnið af samfélaginu okkar. Fólk á ýmsum aldri og ýmsum þjóðernum. Þannig að svo sem eins og séra Heiðrún nefndi í athöfninni að í raun og veru að í kirkjunni þá fann fólk kærleikann og gleðina svona. Fann leiðina að hjartanu. Þrátt fyrir að fólk skilji ekki endilega tala eða sungna mál. Nú annar á morgun viðburður í Borgarneskirkju. Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfisráðherra og borgnesingur, skrifar undir friðlýsingu Borgarneskirkju. Það verður væntanlega mjög áhugaverður viðburður þar sem að fjalla verður kirkjuna. Arkitektinn Halldór H. Jónsson sem einnig sonur Borgarbyggðar. Og þar vonandi sjáumst við sem flest. Á morgun líka vígsluafmæli kirkjunar. Þannig að ég á kirkjulegum nótum hér og þið getur verið á kirkjulegum nótum sem á hlýðið hér. Nú, fyrir viku þá tók ég þátt í blokkdegi ásamt fjölum úr Rótari, fleiri landsmönnum. Ég fór með hundinn á Hvanneyri og plokkaði þar og svo sem eins og ég nefndi í minni dagbók sveitarstjóra sem er svona liður sem ég ætla að reyna að halda damp í á heimasíðu Borgarbyggðar. Þá tókst mér nú að fylla ruslapóka bara á ótrúlega skömmum tíma, alls konar smá dóti. Jafnvel þó Hvanneyri sé nú annálaður staður fyrir snyrtimennsku og afskaplega snyrtilegur staður, þá leynist nú víða svona einn og einn kókumjólkurfernað og inn í trjálundum og þykku grasi og einn Hvanneyringur nefndi að mér nú tekist að kynnast grasrótinni á Hvanneyri býsna vel í þessu blokki mínum. Nú tók þátt í síðustu helgi eða í lok síðustu viku. Fundi með sveitarstjórum víðs vegar um land, fór fram á Hallorstað, góð kynning á Múlaþingi sem þar fór fram, Múlaþing stærsta sveitarfélag landsins, samsett úr mörgum þéttbýliskjörnum og miklu dreifbýli líka, góð kynning á því sveitarfélagi og en svo bara afskaplega gott að hitta kollega, fólk að fást við sambærileg viðfangsefni
og mikið sem hægt og mikið sem ég lærði af mínum kollegum og vonandi gaf sömuleiðis af mér. Bara svona rétt í lokina því þegar ég var nú lagður af stað, fór nú hringinn og þegar ég var lagður af stað upp Norðurárdalinn þá mætti ég öllum flota slökkviliðs Borgarbyggðar, þá var sá flotinn allt liðið, eða allar útkall listinn þann daginn, nýkomin úr sumarbústaðahverfinum í Munaðarnesi, fékk nú dálitla fjölmenn umfjöllun það mál, þar sem kviknaði í framhaldi af bara mjög miklum þurrki, en mikil verðmæti allavega sem þar björguðust og bara mjög verðskuldað hrós sem að slökkvilið okkar fékk í fjölmiðlum þar í framhaldinu og sjálfsagt að taka undir, en þá verður mann oft hugsa til þessara miklu verðmæta sem að þetta slökkviliðin eru að bjarga, en svo er þetta í okkar verkahring sveitarfélaga að reka slökkviliðin og við að gera það í mjög stóru og fjölbreyttu samfélagi. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir og hlakka til þess að taka þátt í góðum fundi. Takk fyrir. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Þá erum við komin að öðrum dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Ársreikningur Borgarbyggðar 2023 með málsnúmer 2404 000 og það er ársreikningur Borgarbyggðar fyrir árið 2023 sem er lagður fram til seinni umræðu í sveitarstjórn og með ársreikningu fylgir sundurliðanabók, skýrsla endurskoðanda og staðfestingarbréf stjórnenda. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Nú skín sólin úti og ég ætla að vera á óvenju jákvæðum nótum í dag. Það var smá tilbreytingu í þessu, en ársreikningurinn bara sýnir mjög sterka stöðu sveitarfélagsins og mjög ánægjuleg niðurstaða í honum. Og vil ég í tilefni af því leggja fyrir hönd minnihlutans eftirfarandi bókun. Minnihluti sveitarstjórnar Borgarbyggðar lýsir ánægju sinni með rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins árið 2023 og vill nota tækifæri til að þakka starfsfólki sveitarfélagsins, íbúum þess fyrir velunnin störf. Það er ekki sjálfgefið að það takist að reka sveitarfélagið jafn vel og raunin með rekstur Borgarbyggðar. Þar fer saman góður grunnur sem byggður hefur verið upp seinustu misserin ásamt dugnaði og hagsýni starfsmanna og íbúa sveitarfélagsins. Hugsanlega eiga kjörnir fulltrúar einhvern þátt í þessari niðurstöðu, þó að það megi ekki ofmeta þann þátt. Til hamingju Borgarbyggð með góðan árangur í rekstri sveitarfélagsins á árinu 2023. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson. Það er ánægjulegt að sé svona bjart yfir þér í dag. Við tökum að sjálfsögðu undir þessa bókun og þessa þakkir. Orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá biðji þá fulltrúa sem samþykkja ársreikning Borgarbyggðar fyrir árið 2023 að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að þriðja liða dagskrá í dag sem ber heitið Skorradalshreppur samningar með málsnúmeru 2012-111 og það er samningur á milli Borgarbyggðar og Skorradalshrepps sem er lagður fram í endanlegri mynd eftir athugasemdir frá ráðuneytinu en smávægilegar breytingar urðu á samningnum. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun samningur þjónustu á milli Borgarbyggðar og Skorradalshrepps dagsettur 8. maí 2023 samþykktur með áorðnum breytingum og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fjórða dagskrárlið á þessari dagskrá hjá okkur í dag sem ber heitið kosningar í ráð og nefndir 2022 til 2026 með málsnúmeru 2205-140
og forseti óskar eftir því að fá að leggja fram í rauninni allar þær tillögur að skipan sem eru undir þessum lið í dag ef að það eru engar athugasemdir við það. Þá lagt til að Bjarni Traustason verði skipaður inn sem aðalmaður í fræðslunefnd Borgarbyggðar í stað Þórunnar Unnar Birgisdóttur sem fékk laust frá störfum sínum fyrir nefndina á síðasta fundi sveitarstjórnar. Sem varamaður í sveitarstjórn kemur inn Höskuldur Kolbeinsson samkvæmt uppröðun á framboðslista Framsóknarflokksins. Lagt til að varamaður í fræðslunefnd verði Sonja Lind Eyglóardóttir Estræger og lagt til að Anna Sólrún Kolbeinsdóttir verði skipaður varamaður í skipulags- og byggingarnefnd. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Samþykkt að Bjarni Traustason verði skipaður inn sem aðalmaður í fræðslunefnd Borgarbyggðar og varamaður í fræðslunefnd verði Sonja Lind Eyglóardóttir Estræger. Samþykkt að varamaður í skipulags- og byggingarnefnd verði Anna Sólrún Kolbeinsdóttir og staðfest að varamaður í sveitarstjórn kemur inn Höskuldur Kolbeinsson samkvæmt uppröðun á framboðslista Framsóknarflokksins og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða og við bjóðum þetta ágæta fólk að sjálfsögðu allt velkomið í sín hlutverk. Þá erum við komin á 5. lið á dagskrá sem ber heitið Samningur við leikdeild Skallagríms Lyngbrekku með málsnúmeru 2208-252 og það lagður fram húsaleigusamningur félagsheimili Lyngbrekku við leikdeild Ungmennafélags Skallagríms og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagðan húsaleigusamning félagsheimili Lyngbrekku við leikdeild Ungmennafélags Skallagríms og felur sveitarstjóra að undirrita samninginn og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 6. lið á dagskrá hér í dag sem ber heitið Digranesgata 4D, umsókn lóðaleigusamning með málsnúmeru 2404-093 og það afgreiðsla frá fundi byggðarlags Borgarbyggðar nr. 667. Það sem kemur fram í bókun lögðu fram ósk lóðarhafa Digranesgötu 4 Borgarland ehf. Framsal á lóðarréttindum fyrir hluta lóðarinnar til Orku náttúrunnar og beiðni nýjan lóðaleigusamning fyrir minnkaðri lóð. Lóðirnar eru í samræmi við deiliskipulagsbreytingu á Brúartorgi sem öðlaðist gildi í B-deild 24. janúar 2014. Einnig óskað eftir að gera lóðaleigusamning við Orku náttúru fyrir lóðirnar Digranesgötu 4C og 4D. Byggðar að heimila lóðarhafa Digranesgötu 4 að framselja lóðarréttindi fyrir hluta lóðarinnar til Orku náttúru. Nýir lóðaleigusamningar fyrir lóðirnar 3 verði gerðir í kjölfarið í samræmi við breytt deiliskipulag og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Fyrirgefið 2024 en ekki 2014 sem að forseti mismælti sig með. En orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sig hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn heimilar lóðarhafa framsal lóðarréttinda fyrir hluta lóðarinnar til Orku náttúrunnar. Nýir lóðaleigusamningar fyrir lóðirnar 3 verði gerðir í kjölfarið við breytt deiliskipulag. Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. lið hér á dagskrá sem ber heitið Dýraleifar söfnun útboð samningur gjaldskrá með málsnúmeru 2401-012 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi nr. 667 og það framlagður þjónustusamningur söfnun dýraleifa í Borgarbyggð við HSS verktak ehf. Byggðarráð samþykki framlagðan þjónustusamning söfnun dýraleifa í Borgarbyggð og felur sveitarstjóra að undirrita með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Áætluð áhrif á fjárhagsáætlun sveitarfélags eru metin óveruleg en sveitarstjóra falið að vinna viðauka ef þörf krefur. Og þessu að vísa til staðfestingar sveitarstjórnar og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagðan þjónustusamning söfnun dýraleifa í Borgarbyggð við HSS verktak ehf. Dagsettan 8. maí 2024. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki.
og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 8. dagskrárlið sem heitir breytingar á barnaverndarlögum og uppbyggingu barnaverndarþjónustu sveitarfélaga með málsnúmeri 22-0148 og þetta mál tekin til fyrri umræðu viðauki við samning Hvalfjarðarsveitar rekstur sameiginlegrar barnaverndarþjónustu ásamt viðeigandi samningi. Er að ræða afgreiðslu Byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi nr. 667, líkt og kom frá 663. fundi Byggðarráðs, þá undirbúningsvinna að stofnun barnaverndarþjónustu Vesturlands lokið. Óskað var eftir frekari kynninga á verkefnin í heild og innihaldi samnings. Lögð eru fram drög að minnisblaði KPMG sem kom að þessari vinnu, viðauki við samning Hvalfjarðarsveitar rekstur sameiginlegrar barnaverndarþjónustu og samningur sem lá fyrir. Með viðauka þessum bætast sveitarfélögin Snæfellsbær, Grundarfjörður, Stykkishólmur og svo Eyja og Miklaholtshreppur undir forystu Borgarbyggðar sem leiðandi sveitarfélag. Með þessari sameiningu næst að uppfylla skilyrði lágmarks íbúafjölda vegna barnaverndarþjónustu, auk þess sem fagþekking innan hópsins eykst. Unnið er að verklagi vegna sameiningarinnar og má segja að sveitarfélögin séu vel í stakk búin að takast á við þetta samstarf. Erla Björg Kristjánsdóttir, félagsmálastjóri Borgarbyggðar, kom til fundarins undir þessum lið. Byggðarráð vill þakka góðan undirbúning og vinnu við stofnun barnaverndarþjónustu Vesturlands og hér tímamót að ræða í þjónustu við börn í Borgarbyggð og öðrum sveitarfélögum sem að þessu standa. Og Byggðarráð samþykkti þetta samhljóða fyrir sitt leyti og vísaði til sveitarstjórnar og forseti gefur hér orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil nú bara koma hérna upp til þess að aðeins ávarpa þetta mál. Þetta mjög ánægjulegt skref held ég sem að felst í þessu og að auka samvinnu á milli sveitarfélaganna og vera með svona sameiginlega barnavernd sem að ég tel að geti og hef væntingar til að muni bæta starf og þjónustu við þá sem að minnst mega sín og ég held að þetta sé einnig mjög gott skref fyrir starfsfólk sem sinnir þessu. Ég ber bara miklar væntingar til þess að þetta verði til mikilla bóta fyrir alla íbúa í öllum þessum sveitarfélögum sem að koma að þessum samning og bara óska okkur til hamingju með það. Takk fyrir það, Sigurður. Já, því ég tek undir það. Þetta bæði styrkir starfsumhverfi þeirra sem að þessu starfa og fagþekkingu og markmið náttúrulega það að bæta þá þjónustu sem að við erum að bjóða í tengslu við barnavernd. Og orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að vísa viðauka við samning Hvalfjarðarsveitar rekstur sameiginlegrar barnaverndarþjónustu ásamt samningi dagsettum 8. janúar 2024 til síðari umræðu. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 9. dagskrárlið sem heitir endurbætur á miðhólmi grunnskólans í Borgarnesi með málsnúmeri 2310-255 og það afgreiðsla frá fundi Byggðarráðs nr. 668. Þar framlagt tilboð í framkvæmdir við niðurrif innanhúss á miðhólmi grunnskólans í Borgarnes. Til fundarins kom Guðni Rafn Ásgeirsson, umsjónarmaður fasteigna. Byggðarráð samþykkir að taka tilboði lægstbjóðanda MT Ísland ehf. Og felur sveitarstjóra að ganga frá samningi á grundvelli tilboðs með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Áætlað að hefja framkvæmdir þennan verkhluta í næstu viku, segir í bókun og ég held að þær framkvæmdir séu þegar hafnar og að verkið muni taka 4 vikur. Næsti verkhluti sem snýr að endurbyggingu nú í útboðsferli og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs. Forseti vill bara nefna það ánægjulegt að sjá að þessar framkvæmdir eru þegar hafnar og vonandi ganga þær bara fljótt og vel fyrir sig.
en þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir að taka tilboði lagsbjóðanda MT Ísland EHF. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 10. dagskrárlið sem ber heitir Aðalfundur Menntaskóla Borgarfjarðar 2024 með málsnúmeru 2404 137 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 668 og það framlagt boð á aðalfund Menntaskóla Borgarfjarðar 8. maí 2024 og fundaboðið þar framlagt og Helgi Haukur Hauksson sem setið hefur í stjórn fyrir hönd Borgarbyggðar lét af stjórnarsetu í ágúst síðastliðinn og síðan hefur legið fyrir að sveitarfélagið tilnefni stjórnarmann í hans stað. Leið og Helga Haukur þakkað afar gott starf tilnefni Borgarbyggðar Sigurgeir Sindra Sigurgeirsson til setu í stjórn Menntaskóla Borgarfjarðar. Sveitarstjóra falið að mæta á aðalfund fyrir hönd sveitarfélagsins og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn tilnefni Sigurgeir Sindra Sigurgeirsson til setu í stjórn Menntaskóla Borgarfjarðar. Sveitarstjóra falið að mæta á aðalfund fyrir hönd sveitarfélagsins og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 11. dagskrárlið hér sem ber heiti fyrirkomulag snjómokstur með málsnúmeru 2012-032 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 669. Þar segir í bókun afgreiðsla frá 61. fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd samþykkir að segja upp verksamning dagsettan 27. október 2020 snjómokstur í Borgarnesi og felur starfsmanni nefndarinnar að vinna málið áfram og þetta var samþykkt samhljóða. Byggðarráð staðfestir ákvörðun í umhverfis- og landbúnaðarnefnd að segja upp verksamningi snjómokstur í Borgarnesi dagsettan 27. október 2020. Uppsagnarfrestur 6 mánuði samanber 2. málsgrein 100. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og málinu vísað til staðfestingar í sveitarstjórn. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir uppsagnar verksamningi snjómokstur í Borgarnesi dagsettan 27. október 2020 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 12. dagskrárlið sem ber heiti Sæunnargata gatnaframkvæmdir með málsnúmeru 2308 178 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 669 og þar lögð fram tilboð í endurnýjun gatnagerðar og veitulagnir við Sæunnargötu. Elvar Már Ólafsson verkefnastjóri mætti til fundarins undir þessum lið og það framlögð skýrsla vegna opnunar á tilboði í endurnýjun gatnagerðar og veitulagnir við Sæunnargötu í Borgarnesi. Lægsta tilboð átti Borgarverk fyrirgefiði að fjárhæð 148.467.600 krónur. Byggðarráð Borgarbyggðar samþykkir að taka tilboði lagsbjóðanda Borgarverks EHF og vísa málinu til staðfestingar í sveitarstjórn. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá svohljóðandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að taka tilboði lagsbjóðanda Borgarverks að fjárhæð 148.467.600 krónur og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Og mér skilst að þeir séu nú bara að fara í þessa framkvæmdir innan skamms. Þá erum við komin að 13. dagskrárlið sem ber heitið Stofnun lögbýlis Norðurland 4 með málsnúmeru 2310-273 og það afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 61 umsókn stofnun lögbýlis. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd hafna því að stofna sér lögbýli á landinu Norðurland 4 þar sem jörðin hefur ekki húsakost sem nauðsynlegur til að stunda landbúnað eða aðra atvinnustarfsemi samanber jarðalög nr. 81/2004 og þetta var samþykkt samhljóða í umhverfis- og landbúnaðarnefnd og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn staðfesti það ákvörðun að hafna því að stofna verið lögbýli á landinu Norðurland 4 þar sem jörðin hefur ekki húsakost sem nauðsynlegur til að stunda landbúnað eða aðra atvinnustarfsemi samkvæmt jarðalögum nr. 81/2004. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 14. dagskrárlið
sem ber heiti erindisbréf umhverfis- og landbúnaðarnefndar með málsnúmeri 2206-072 og það afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 61, breyting á erindisbréfi vegna áheyrnarfulltrúa. Starfsmanni nefndar falið að breyta texta erindisbréf umhverfis- og landbúnaðarnefndar þar sem tekið fram að inn sé kominn áheyrnarfulltrúi og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagt erindisbréf umhverfis- og landbúnaðarnefndar með áorðnum breytingum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Getur einhver fært forseta vatn að drekka eða? Takk. Þá erum við komin að 15. dagskrárlið sem ber heitið Samtún með landnúmeri 134457, Sveinukot, fyrirspurn skipulagsmál með málsnúmeri 2403-075 og það afgreiðsla 65. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd tekur vel í fyrirhuguð áform og leggur til við sveitarstjórn að heimila breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 þar sem ný reitur fyrir verslun og þjónustu kæmi í stað landbúnaðarlands í fyrirhugaðri lóð. Umrædd breyting mun ekki rjúfa samfellu í ræktarlandi og lóðin jafnframt á mörkum þéttbýlis og landbúnaðarlands. Og þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sveitarstjórn fulltrúi að gefa merki eða? Nei. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn heimilar gerð verði breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022 samanber 36. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 16. dagskrárlið sem ber heitið Íþróttasvæði Borgarnesi deiluskipulag með málsnúmeri 2311-071 og það lögð fram vinnslutillaga að nýju deiluskipulagi fyrir Íþróttasvæði Borgarnes. Unnið að breytingu á aðalskipulags á svæðinu sem vinnslutillagan tekur til. Vinnslutillagan tekur til 8,2 hektara íþróttasvæðis í Borgarnesi en þar að finna æfingavöll, knattspyrnu og frjálsíþróttavöll, sundlaugasvæði, íþróttahús og aðstöðu fyrir ungmennasamband Borgarfjarðar. Svæðið afmarkast til austurs af íbúabyggð I4 og I3, til suðausturs að opnu svæði O2 Skallagrímsgarður, til suðurs að lóð grunnskóla Borgarnes, þ 3 og íbúabyggð I1. Til suðvesturs afmarkast svæðið að opnu svæði O2 og hverfisvernd í þéttbýli H1 og að lokum til vesturs og norður að sjó. Á deiluskipulagssvæðinu eru 3 lóðir, lóð íþróttahússins og sundlaugarinnar, lóð undir fyrirhugað fjölnota íþróttahús þar sem nú sparkvöllur og lóð ungmennasambands Borgarfjarðar sem tilheyrir áður deiluskipulagi skólasvæðisins. Deiliskipulag nær til austur yfir lóðina Þorsteinsgötu 5, gerði breyting á deiluskipulaginu skólasvæði þ 3, grunnskólinn í Borgarnesi frá árinu 2017 samhliða þar sem skipulagssvæðið minnkað sem nemur lóð Skallagrímsgötu 7a. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson hefur kveðið sig þess. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætlaði bara að ítreka það að þetta vinnslutillaga sem fer til auglýsingar núna og það vegna þess að það vannst tími til þess, það stóð til að auglýsa, leggja fram til auglýsingar bæði aðalskipulagsbreytingu og deiliskipulagstillögu en þær voru ekki alveg orðnar full unnar en deiliskipulagstillagan var hins vegar komin á þann stað að það gefst tími til að auglýsa í 2 vikur vinnslutillöguna til að fá inn athugasemdir við hana og stefnt svo að leggja báðar fyrir að nýju í næsta mánuði. Takk. Takk fyrir þessa viðbótar upplýsingar, Davíð Sigurðsson. Forseti ennþá með orðið laust undir þessum dagskrárlið og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir auglýsa framlega vinnslutillögu að nýju deiluskipulagi til auglýsingar samkvæmt 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða.
spennandi verkefni hér á ferð. Þá er það 17. dagskrárliður númer 17. Það er Heggsstaðir með landsnúmerið 136054 efnistökusvæði, umsókn aðalskipulagsbreytingu með málsnúmeri 2404-302 og það er afgreiðsla frá 65. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar sem felst í skilgreiningu á eldra efnistökusvæði í aðalskipulagi sveitarfélagsins. Breytingin er gerð samkvæmt 2. málsgrein 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Niðurstaðan skal auglýst og breyting send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Og þetta var samþykkt samhljóða í nefndinni og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins vegna skilgreiningar á eldra efnistökusvæði í landi Heggsstaða, landnúmer 136054 samkvæmt 2. málsgrein 36. gr. skipulagslaga. Niðurstöðunni skal auglýst og breyting send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 18. dagskrárlið hér í dag. Hraunás 3, umsókn aðalskipulagsbreytingu 204514 með málsnúmerið 2404-320 og það er afgreiðsla frá fundi númer 65 í skipulags- og byggingarnefnd. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlaga lýsingu til auglýsingar fyrir Hraunás 3 samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulags- og byggingarnefnd telur að landi sem ræðir sé viðkvæmt með tilliti til verndar sem skilgreind er á svæðinu og staðsetningu í nálægð við náttúruvætti. Skipulags- og byggingarnefnd tekur jákvætt í breytta landnotkun á svæðinu með þeim fyrirvara að uppbygging sé lágstemmd og fullt tillit sé tekið til ofangreindra þátta. Í samræmi við framlögð gögn með umsókninni og þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga lýsingu til auglýsingar fyrir Hraunás 3 samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárliði númer 19 og sem ber heitið verkefni vegna innleiðingar hringrásarhagkerfis með málsnúmeri 21.11.023 og þar er framlagður samningur við Pure North Recycling EHF að gera úttekt á stöðu úrgangsmála í Borgarbyggð. Samningur er gerður í framhaldi af afgreiðslu fundi nr. 669 í byggðaráði að framfari frekari rýnivinna á sorphirðu í Borgarbyggð. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Eva Margrét Jónadóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Eva. Forseti, fundamenn og áheyrendur. Mér langaði bara að kveða mér hljóðs undir þessu til að fagna þessu. Mér finnst þetta mjög spennandi að við séum að gera þennan samning. Og við fengum kynningu frá Pure North núna í vikunni og hún var mjög spennandi og gaman að sjá hvað er verið að gera þar. Ég hlakka til að sjá hvað kemur út úr þessari vinnu og ég held að þetta verði líka bara skemmtilega áskorun fyrir sveitarfélagið að bæta sig enn frekar í úrgangsmálum. Það er því miður þannig þó að árið sé 2024 að viðhorf margra er enn á þann veg að rusl sé eitthvað vandamál. En ef ég má líka aðeins sletta þá virðist ruslið oft á tíðum vera svona out of sight, out of mind hjá mörgum. En það verður ekki oft sagt að það eru endalaus vannýtt tækifæri í rusli og það eru margar mjög spennandi aðferðir til að auka virði þess með því að búa til virði með endurvinnslu. Og einhver geti kannski gengið svo langt að segja að rusl sé auðlind en ég vil bara minna á það að eins manns rusl getur verið annars manns gull. Takk. Takk fyrir það, Eva Margrét. Við erum komin að dagskrárliði númer 20 og forseti óskar eftir að gera stutt fundarhlé.
Takk fyrir þetta. Við erum ennþá í dagskrárlið númer 19. Við höfum eftir að afgreiða hann. Dagskrárlið sem ber heiti verkefni innleiðingar hringrásarhagkerfis og það var ekki fleiri sem höfðu óskað eftir að taka til máls og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða samning við Pure North Recycling EHF og felur sveitarstjóra að undirrita samning. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 20. dagskrárlið sem ber heitið Tengivegaáætlun 2024 til 2028 með málsnúmeru 2404 324 og það er afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 62 og þar segir í bókun umhverfis- og landbúnaðarnefnd gagnrýnir tengivegaáætlun Vegagerðarinnar harðlega en hana einkennir óeðlilegur halli á Vesturland og Borgarbyggð. Tengivegar á Vesturlandi eru 630 kilometrar og þar eru 298 kilometrar innan Borgarbyggðar eða rúm 47%. Það hlutfall speglast ekki á neinn hátt í tengivegaáætluninni. Borgarbyggð gluggi umferðar Snæfellsnes, Dali á Vestfirði og norður í land og því eðlilegt að litið sé til þess við forgangsröðun framkvæmda á vestursvæði. Önnur stærsta fjárfesting tengivegaáætlunar er Heydalsvegur. Sú samgöngumaæð hefur ótvírætt sannað mikilvægi sitt og gildi þegar Holtavörðuheiði og Brattabrekka lokast. Verður þá Laxardalsheiði og Heydalsvegur brúin milli Norðurlands og Vestfjarða suður. Samfélagsleg hagkvæmni malbikunar á Heydalsvegi er því óumdeilanleg. Því er með öllu óásættanlegt að þessi vegur lendi aftast á tengivegaáætluninni. Í framhaldi á samgöngubótum á Skógarstrandarvegi er eðlilegt að litið sé til Heydalsvegar sem hluta þessa verkefnis. Borgarbyggð hefur í gegnum árin setið verulega á hakanum og hefur flesta tengivegi á öllu vestursvæði án bundins slitlags. Allt sveitarfélag eru skólabörn keyrð malarvegi sem er í algjörlega óviðunandi ástandi. Almennt er viðhald tengivega að öllum toga innan Borgarbyggðar með öllu óviðunandi og hlutur Vesturlands innan vestursvæðis í samgönguáætlun er mjög lítill miðað að Vesturland er 2/3 af vestursvæði. Í ljósi þess er einnig áhugavert að mikilvægustu samgöngubætur innan Borgarbyggðar lenda nær alltaf aftast í öllum áætlunum. Og sveitarstjórn tekur undir þessa bókun umhverfis- og landbúnaðarnefndar og vill bæta því við að sveitarstjórn skorar á þingmenn kjördæmisins og samgöngunefnd Alþingis að rétta hlut Borgarbyggðar í samgönguáætlun sem er nú í meðförum þingsins. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá biður þá fulltrúa sem samþykkja þessa bókun sveitarstjórnar að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða og við munum að sjálfsögðu koma henni á framfæri til réttra aðila. Þá erum við komin að síðasta afgreiðslulið hér á dagskrá í dag áður en við vindum okkur í fundagerðir og það er 21. dagskrárliður sem ber heiti aðalfundur Háskólans á Bifröst með málsnúmerið 2405-033 og það er framlagt fundaboð á aðalfund og ársfund Háskólans á Bifröst sem fer fram í Hjálmakletti 14. maí 2024. Lagt er til að Magnús Smári Snorrason verður fulltrúi Borgarbyggðar í stjórn Háskólans og Sigurður Guðmundsson varamaður hans. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Samþykkt að Magnús Smári Snorrason verði aðalmaður Borgarbyggðar í stjórn Háskólans á Bifröst og Sigurður Guðmundsson verði varamaður hans. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá höfum við lokið þeim kafla sem lýtur að afgreiðslumálum á þessu fundi og erum komin í fundagerðir og fyrst er það fundagerð frá byggðarráði byggðarráðsfundi númer 667 og forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. Þá er það næst fundagerð frá fundi byggðarráðs númer 668 og forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. 24. liður á dagskrá er fundagerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 669 og forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. 668 var síðast.
Þessi er númer 669 og orðið er laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs og það telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin að 25. lið sem er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi númer 65 og forseti biður formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að fara hérna yfir fundargerð skipulags- og byggingarnefndar númer 65 og þetta var fundargerð í 13 liðum. Við erum búin að afgreiða 3 þeirra hérna í dag. En fyrsti liður á dagskrá var Dílatangi, Kveldúsgata 30, breyting á deiliskipulagi. Þar sem þetta var óveruleg breyting sem sneri að stækkun á byggingareit fyrir lóðina Kveldúsgötu 30. Og nefndin afgreiddi það þannig að skipulags- og byggingarnefnd sem fer með fullnaðarafgreiðsluvald sveitarstjórnar samkvæmt samþykktu stjórn Borgarbyggðar samþykkir óverulega breytingu á deiliskipulagi Dílatanga sem á við Kveldúsgötu 30. Breytingartillagan var sett fram í greinargerð og uppdrætti og breytingin tekur til lóðar Kveldúsgötu 30 þar sem byggingareit er breytt og sérákvæðum varða lóðina bætt við. Breytingin talin óveruleg og haldast aðrir skilmálar deiliskipulagsins óbreyttir. Skipulagsfulltrúa var falið að svara athugasemdum og þær bárust nokkrar og kynna vel fyrir hagsmunaaðilum á svæðinu, fyrirhugaða framkvæmd og viðbrögð sveitarfélagsins við þeim athugasemdum sem bárust á kynningatíma. Skipulagsfulltrúa var jafnframt falið að hefja vinnu við að gera aðra breytingu á þessu deiliskipulagi með það að markmiði að fjölga bílastæðum og bæta leiksvæði. Og þetta var samhljóða. Svo var annar liður á dagskrá, það var aðalskipulag, endurskoðun, vinnslutími. Það var umræða stefnu sveitarfélagsins varðandi vindorku í endurskoðun aðalskipulags. Og þetta var mál sem var vísað til skipulagsnefndar bara til umræðu úr starfshópum endurskoðun aðalskipulagsins. Og það sköpuðust heilmiklar umræður þetta og ekkert svo sem það sem snýr fyrst og fremst að því að við erum að reyna að móta okkur einhverja stefnu hvaða skilmála þurfa að vera til staðar til þess að það sé möguleiki að slíkt yrði heimilað í sveitarfélaginu og það er ekki komin nein endaleg niðurstaða í það mál hvorki endurskoðunarhópnum né náðist neinn einn punktur í það í skipulagsnefndinni. En þetta er bara ennþá til skoðunar. Þriðji liður á dagskrá er breyting á aðalskipulagi og einn íþróttasvæði Borgarnes. Nefndin fól skipulagsfulltrúa að klára uppdrátt og greinargerð og leggja fyrir sveitarstjórn en eins og áður kom fram að þá var það ekki klárt núna þannig að það frestast bara til næsta fundar. Og fjórði liður var íþróttasvæði deiliskipulag og við lögðum fram hér vinnslutölu rétt áðan. Fimmti liður var skólasvæði grunnskólinn í Borgarnesi, breyting á deiliskipulagi og hún er tengd þessu svæði með þessum breytingum á íþróttasvæðinu. Það er að segja það er verið að minnka skipulagssvæði grunnskólans UMSB-húsið svokallaða og það fært inn á skipulagssvæði íþróttamannvirkjanna. Sjötti liður, hann tókum við fyrir hér áðan, það er samtúms- og einukot fyrirspurn skipulagsmál. Sjöundi liður, refstaðir skógrækt, það var umsókn framkvæmdaleyfi. Það var búið að grendkynna fyrirhugaða skógrækt á refstöðum og engar athugasemdir bárust, þannig að skipulagsfulltrúa var falið að gefa út framkvæmdaleyfi. Áttundi liður, Sveinatunga, þar var umsókn framkvæmdaleyfi fyrir skógrækt einnig og þar hafði verið farið fram grenndarkynning þar sem ein athugasemd hafði verið komið fram og skipulagsfulltrúa var falið að svara framkomnum athugasemdum. Níundi liður, hann var afgreiddur hér áðan líka, það er Heggsstaðir, efnistökusvæði. Tíundi liður, Básar 27, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Þar var lögð umsókn byggingarleyfi fyrir
210 fermetra sumarhús eða básum 27 og niður yfir sumarhúsi sem þar stendur. Þar sem áformin samræmast ekki gildandi deiliskipulagi á svæðinu var þessu hafnað og bent á að vinna þurfi breytingu á deiliskipulagi til að hægt sé að byggja svo stórt hús. Hraunsás 3, það var tekið fyrir hérna áðan líka. Þar sem var samþykkt að breyta landnotkun svæðis í landi Hraunsás 3 úr frístundabyggð í verslun- og þjónustusvæði. Og svo voru lagðar fram 2 fundargerðir, 1 fundargerð afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa og 1 afgreiðslufundargerð byggingafulltrúa. Fleira var ekki gert. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð, Davíð Sigurðsson. Og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð skipulags- og bygginganefndar. Og það enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að næstu 2 dagskrárliðum sem eru fundargerðir fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundi nr. 26 og 27 og ég bið formann nefndarinnar, Ævar Ólaf Traustason, að koma hér og fara yfir báðar fundargerðirnar. Fyrirgefðu fundur nr. 232 og 233. Passar það ekki? Gjörðu svo vel, Ævar. Takk fyrir það, forseti. Sveitarstjóri, ágæta sveitarstjórn. Eins og komum við fram hér ætla ég að fara yfir 2 fundargerðir. Svo fyrri fundur 232 sem var í 8 liðum. Við komumst nú ekki yfir að klára það, þannig að þá var frestað til næsta fundar sem ég fer yfir hérna á eftir. En fyrsta mál á dagskrá var þetta árlega með skóladagatölin fyrir grunnskólana, leikskólana og tónlistarskólana. Og niðurstaða fundarins var að þar sem vinnan var ennþá í gangi að við myndum fá þetta aftur fyrir næsta fund sem ég fer þá yfir hérna síðar. Mál nr. 2 var að beiðni Ragnhildar Evu Jónsdóttir sem aðalmaður í fræðslunefnd. Hún lagði fram tillögu að gera kostnaðarmat á þeim heildaráhrifum sem felast í því að færa eða þessum breytingum sem á að fara í varmadeild GPF og það var samþykkt samhljóða í nefndinni að fela sviðsstjóra að fara yfir og vinna kostnaðarmat á þessum breytingum. Mál nr. 3 var einnig sett á dagskrá að beiðni Ragnhildar Evu Jónsdóttir aðalmanns þar sem var lögð fram tillaga að fresta færslu miðstigs á Varmalandi 1 ár og var sú tillaga felld með 3 atkvæðum gegn 2 og eins og hefur svo sem komið hérna fram þá lágu áhyggjur minnihlutans í þessu máli að tíminn væri naumur til þess að undirbúa nemendur og skólastarfið almennt og við fórum vel yfir þessi mál og afgreiddum þetta svona í framhaldinu. Mál nr. 4, reglur Borgarbyggðar skólaakstur. Vegna þessara breytinga sem við erum að fara í á Varmalandi þá þurfum við náttúrulega að fara svolítið yfir akstursleiðir og kanna einnig bara áhuga foreldra á því hvert þau vilja færa börnin sín af Varmalandi og svo vinna komin á fullt og eru komin að nánast svona alveg, eða bara ég get sagt nánast endanlega tillögur í því og þessi tillaga var samþykkt með 3 atkvæðum en 2 sátu hjá. Síðan var máli 5 frestað fram til næsta fundar sem var dreifibréf vegna undanþágu í kennslustörf, fer yfir það betur hérna rétt á eftir. Og einnig var frestað máli sem var bréf mennta- og barnamálaráðuneytisins fyrirhugað úttekt á tónlistarskólum, sala í íþróttahúsum Borgarbyggðar og svo var hérna síðasta mál á dagskrá sem var reynda fært fram og var í upphafi fundar, það var tómstundir vor 2024 þar sem Sigríður Dóra og Hugrún Hulda Guðjónsdóttir komu til fundar og kynntu starf vinnuskóla, sumarfjörs
og svona þess sem í boði fyrir þennan aldur í héraðinu. Virkilega vel yfirfarið af þeim og auðvitað kom alltaf upp hugmyndir í svona kynningum og kveikja spurningar og það var bara farið vel yfir málið. En fleira ekki gert á þessu fundi og síðan var það núna í byrjun þessa mánaðar sem að fræðslunefnd satt fund 233 og þar fórum við yfir þessi skóla dagatöl og kannski stæðsta, svo ég fari nú bara hratt yfir þetta, stæðsta í því það hefur verið svolítið að horfa á það að þetta sé ekki alltaf sömu dagarnir sem eru skipulagsdagar og annað vegna þess að það bitnar þá alltaf á sömu námsgreinum og annað inn í skólanum að reyna að færa þetta kannski svolítið milli daga ef það til þess að dreifa svolítið þessu svolítið eða því álagi sem kannski getur byggst upp ef það alltaf verið að fresta á sömu eða þess verið að hafa frí á sömu dögum vikunar. Síðan kom þarna erindi fræðslu farsaldar daginn Vesturlands sem núna 2024 verður haldin í þessu húsi sem við stöndum í. Þetta heljarana dagskrá og síðast ég vissi þá komið vel yfir 100 manns sem ætla að sækja þessa ráðstefnu og eins og orðið eða sem nafnið á henni bendir til þá þetta svona verið að fara yfir tækifæri og áskoranir sem að farsældin og innleiðing farsældarlagana eru að svona setja okkur skyldur að bregðast við. Mjög jákvætt verkefni og þessi fundur hugsað sem svona fundur náttúrulega fyrir fagfólk í stéttinni og þetta svona vinnufundur þannig að það verið að taka upp svona case study og annað sem á að reyna að vinna úr. Virkilega spennandi ráðstefna. Mál númer 3 var barnamenningarhátíðin OK 24. Hún hefur verið haldin og tókst einstaklega vel og alltaf þegar Sigfríður kemur inn á fund þá lifnar maður allur við og einstaklega gaman að hlusta á áhuga hennar og hugmyndir það sem við getum gert betur í þessum málum og ég ætla bara að segja það enn og aftur, við erum einstaklega heppin með hana. Mál númer 4 var erindi frá Foreldrafélaginu á Hnáðrabóli á Kleppjárnsreykjum þar sem var farið í hugmyndir varðandi heimgreiðslur barna sem eru á leikskólum. Þetta kannski snýst einna helst af því að þeir sem kannski þurfa að keyra langa vegalengd hafi þá kost á því að hafa börnin sín heima og fá greitt fyrir það. Það eru önnur sveitarfélög að gera þetta í kringum okkur. Fræðslunefnd að þessu sinni þar sem að við stöndum einstaklega vel varðandi leikskólapláss þó að það sé nú fljótt að breytast fannst ekki geta að svo komnu máli allavega eins ekki akkurat núna minnsta kosti að fara í heimgreiðslur en fálum sviðstjóra að fara og kanna þessi mál betur í öðrum sveitarfélögum og þannig að þetta mál bara ennþá opið og var svo sem ekki afgreitt nema bara að því leyti að við ætlum ekki að fara í þessar tillögur næsta haust. Mál númer 5, bréf mennta- og barnamálaráðuneytisins sem að fresta frá síðasta fundi sem að varðar fyrirhugaða úttekt á tónlistarskólum landsins. Þessi heimild í lögum hefur verið að mér skilst í 20 ára og hefur aldrei reynt á hana en núna sem sagt ráðuneytið að huga að því að taka upp þessa skoðun vegna þess að þeim finnst að vera svona rétt að gera það sem við erum að fara erum inn í þessari vinnu við menntastefnu til 2030 að hluta því verði að taka út tónlistarskólana á landinu bara til að gera sér svolítið svona stöðu þeirra almennt. Svo var til kynningar mál númer 6, það eru upplýsingar leik- og grunnskóla og frístundastarfs Grindavíkur. Þetta sent á alla fræðslustjóra á landinu þar sem að nú hefur verið lokað fyrir þessa safnskóla sem við höfum séð í umræðinu í vetur þar sem við verið að safna börnum af Grindavíkursvæðinu inn í ákveðna skóla. Nú á að leggja þá skóla niður og
Þannig að fólk náttúrulega að hugsa sér til hreyfings einhverjir og þá munum við kannski fá einhverja hérna á svæðið sem munu hérna búa hér og þá var bara verið að svona fara yfir þau mál hvernig tekið á móti þeim og annað í þeirri innleiðingu. Mál nr. 7 hafa breyting á stundatöflunni í grunnskólanum í Borgarnesi. Sviðsstjóri fór yfir tillögur að breyttri stundatöflu. Þetta felst aðalega í því að færa daginn aftur hjá sérstaklega efstu bekkingum. Við vitum að það eru margir skólar sem að gera þetta og svo sem sviðsstjóri var farið að fara bara betur í þessar tillögur og ætlaði að hlaða aðeins betur utan á það fyrir næsta fund. Við vitum þó að þetta alltaf áskoranir fyrir okkur að gera þetta. Við getum mögulega gert þetta í einhverjum skrefum en við náttúrulega háð bara íþróttahúsi og íþróttamannvirkjum og annað í stundatöflunni sem myndi þá mögulega fresta íþróttaæfingum yfir daginn. Þannig að enn og aftur ákallið uppbyggingu íþróttamannvirkja að þvælast fyrir okkur og sem betur ver mun svona innan, vonandi næstu 5-6 ára getum við hort öðru sér þetta. En það eru sveitarfélög að gera þetta og jafnvel að fresta þessu til 9 á morgnana fyrir elstu bekkinga og það virðist bara vera komið mjög góð reynsla á það almennt. Síðan var lagt fram til kynningar dreifibréf vegna undanþágu í kennslustörf. Þetta snýst það að þegar skólar geta ekki fullmannað sína stöður með menntuðum kennurum, þá hægt að leita til ráðuneytisins að fá undanþágur að fylla í stöður með ófaglærðu fólki, en það þá alltaf á þeim forsendum að þetta lausráðið í þessar stöður og forgangurinn náttúrulega algjörlega á þeim sem eru menntaðir. Mál nr. 9, það kom erindi til okkar varðandi hvað verið að selja í íþróttamiðstöðum í sveitarfélaginu, sykraða drykki, jafnvel eitthvað súkkulaði og annað. Við áttum fund með sviðsstjóra varðandi þessi mál og það bara mikill vilji hjá henni og starfsfólki að horfa svolítið inn á við og bæta það nesti og annað sem þessi börn að kaupa á skólatíma og þau ætla að koma með tillögur og reglur inn á næsta fund fræðslunefndar. Spennandi að sjá það. Að lokum var mál varðandi undanþágu beiðni nýtingu frístundabíls. Þetta sneri þá sérstaklega að Hvanneyri og nemendum sem eru í Landbúnaðarháskólanum, hvort að þeir gætu nýtt þennan bíl og þetta náttúrulega, þó þetta hljómi einfalt mál, þá þetta ekkert rosalega einfalt mál. Það eru rosalega margar hliðar á þessu og sviðsstjóri ætlaði að taka upp samtal aftur við þessa hagsmunaaðila upp á Hvanneyri og flytja okkur fréttir af því á næsta fundi nefndarinnar. Langar að nota tækifærið áður en ég hætti að þakka Þórunni Unni Birgisdóttur fyrir sérstaklega velunni störf. Við erum svo heppin að hún nú komin til Borgarbyggðar sem starfsmaður og bætist þar inn í mjög öflugt starfsteymi og hún var nú amma fyrir 2 dögum sem ekki minna afrek og svo ætla ég að bjóða Bjarna Þór Traustason velkomin inn í nefndina og ég hlakka mikið til að vinna með honum. Annað ekki gert, ég tilbúin að svara síðan spurningum ef ykkur eru. Takk fyrir. Takk fyrir það var Ólafur Traustason og tök undir þess þakkir til Þórunnar og jafnframt að bjóða hann Bjarna velkomin inn í fræðslunefnd. Þá er opið fyrir þessa 2 dagskráði. Ef einhver vilja kveða sér hljóðs. Eva Margrét Jónadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, fundamenn og áheyrendur. Ég ætla að fá að kveða mér hljóðs undir lið 27.9 sala í Íþróttahúsum Borgarbyggðar. Ég vil bara segja að ég fagna þessu frumkvæði forvarnarnefndar að setja þetta inn sem mál á dagskrá og þetta löngu tímabært að skoða þetta og ég hlakka mikið til að sjá þær tillögur sem að koma fram og hef miklar væntingar. Takk.
Takk fyrir það, Eva Margrét. Orðið er ennþá laust undir þessum 2 fundargerðum fræðslunefndar. Og það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá telst fundargerð fræðslunefndar frá fundi nefndar nr. 232 framlögð og fundargerð nr. 233 er jafnframt framlögð. Og þá er það síðast en ekki síst síðustu 2 dagskrárliðirnir, það eru fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 61 og 62 og biðja formann nefndarinnar Sigrún Ólafsdóttir að koma hér og fara yfir fundargerðir. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Gleðilegt sumar. Ég vil svona í takt við árstíman senda baráttukveðjur til allra sauðfjárbænda sem að sofa lítið núna og hafa gaman þessa dagana og svo sem annara íbúa sem ég vona að njóti vorsins og sumarsins komandi. Ég ætla að byrja á því að fara fyrst yfir umhverfis- og landbúnaðarnefndar fundargerð frá fundi nr. 61 og þar er fyrst fyrirkomulag snjómoksturs sem einmitt að tekið til afgreiðslu hérna áður á fundinum. Númer 2 var, það er sama sagan af því sem var staðfest hérna áðan, það var stofnun lögbýlis, Norðurland 4, það var afgreitt hér fyrr á fundinum. Erindisbréf umhverfis- og landbúnaðarnefndar, þar sem að við höfum bæst í okkar nefnd áheyrnarfulltrúi og við bjóðum hann hjartanlega velkominn, Loga Sigurðsson. Þá var á dagskrá 4. liður sem voru dýraleifar útboð, niðurstaðan sem út úr því kom og það var einnig staðfest á fundinum hér áðan og fleira var ekki gert á þessum fundi en þá er að komið að fundi nr. 62 sem var nú bara haldinn í gær, þannig að þetta er alveg glæný fundargerð. Og þar var fyrst á dagskrá skipulag fyrir hreinsunarátök 2024, þá það hreinsunarátök sem að núna er á vordugum og það er með svipuðu sniðu undanfarin ár. Það verða gámar fyrir timbur til urðunar og þeir verða settir upp á þessum hefðbundnu stöðum sem framkemur í fundargerðinni, Bæjarsveit, Brautatunga, Bjarnastaðir á Eyrinni, Síðumúli og Lundar og það verður vikan 7. til 12. júní, 14. til 20. júní, þá er það Língbrekka, Lindatunga, Eyrin við Bjarnadalsá og Högnastaðir. Það sem að samþykkt var einnig að ekki verið boðið upp á gáma fyrir málmúrgang að þessu sinni en stefnt verður á hirðingu málma í haust með svipuð snið og undanfarin ár þar sem að málmúrgangur hefur verið sóttur heima bæi og það verður þá auglýst sérstaklega og fólk getur haft samband til þess að panta þá þjónustu heim. Og þetta er sem sagt auglýsingar þessi átök koma á heimasíðu sveitarfélagsins og fólk getur kynnt sér þetta kynnt sér þetta nánar. Númer 2 var tengivega áætlun og það er með það mál eins og áður voru talin hér upp að þau voru tekin til afgreiðslu hér á fundinum áður. Í framhaldinu þá langar mig að segja ykkur frá næsta lið sem er verkefni vegna innleiðingar hringrásarkerfisins og þar langar mig aðeins að því að það var búið að nefna það og ræðustól hér áður að það hefði staðið til að fara sem sagt í ferð þarna Suðurland til þess að kynna sér betur þjónustu varðandi sorpmál og þess háttar. Og í þá ferð fórum við hérna 23. apríl, nefndin og starfsfólk eða starfsmaður sviðsins og var þetta afskaplega góð og gagnleg ferð, mjög gaman að fara að skoða hvernig þetta er gert annars staðar og sjá nýjungar og annað slíkt. Og það var kannski þeirri ferð og það er það sem ég langar svolítið að tengja inn á þessa tengivega áætlun. Nefna þess að 2 liði þarna saman. Að þar kannski kom svolítið broddur í nefndina að ferðast 500 kílómetra Suðurland á einum degi og við þurftum að leita mjög vel til þess að finna malarvegi.
Þetta gerði það að verkum að við vorum enn beittari þegar við fórum að semja bókun í umhverfis- og landbúnaðarnefnd núna. Og það skal tekið fram, þarna vorum við eingöngu að tala um tengivegi. Við erum ekkert byrjuð að tala um hina vegina. Það er á nóg að taka. Þannig að ég vildi bara tengja þetta saman, góða ferð og þarfa. Það sem við sáum í raun og veru margar nýjungar og margt gott. Við fórum og heimsóttum PúrNord sem er búið að gera svo samning við núna til þess að fara svona rýna betur í málin með okkur. Það var afskaplega skemmtileg heimsókn og gaman að sjá svona hluti sem að maður hefði svona kannski ekkert neinar sérstakar hugmyndur annað en að þetta væri svona verksmiðju endurvinnsla, en að koma þar í heimsókn það var hreint alveg frábært. Nú við fórum líka að Seyrustaði sem er nú bara ber nafn með góða tengingu og það var líka mjög athyglivert. Og síðan fórum við á sorpstöðina Strönd sem Rangárþing Ytra rekur og ég held að sé óhætt að segja að allir í nefndinni hafi verið svona, fengi ákveðna hugljómun eftir að vera búin að koma þangað og svona kynna sér hvernig þeir eru að halda utan þessi mál á því svæði. Og það er alveg klárt að við munum svona horfa mjög til þess núna á haustdögum þegar við förum að horfa betur í þessi mál og skipuleggja fyrir næsta ár og bara fyrir framtíðina. Þannig stendur jú fyrir dyrum útboð. Að sjálfsögðu enduðum við það sem heitir umhverfis- og landbúnaðarnefnd á því að heimsækja afskaplega skemmtilegt býli og fyrir valinu urðu Syðri Gegnishólar sem að eitt glæsilegasta og besta hrossræktarbú landsins og það var afskaplega vel tekið á mót okkur þar, þannig að þetta var gagnlegt og skemmtilegt og ferðin heppnaðist bara hreint frábærlega og vil ég þakka ferðafélögunum og gestgjöfunum öllum sem tók á mót okkur fyrir móttökurnar. Nú, það var ekki fleira tekið fyrir á þessum fundi, annað en það að eins og kom fram fyrr á fundinum, að þá fekk nefndin og sveitarstjórn kynningu frá PúrNord varðandi bæði fyrirhugaða úttekt og þeirra starfsemi og viljum við þakka bara kærlega fyrir það. Þá held ég að sé bara ekki fleira sem að tilheyri þessu. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigrún, og forseti gefur orðið laust þessar 2 fundagerðir umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst fundagerð umhverfis- og landbúnaðar nr. 61 framlögð og sömuleiðis telst fundagerð frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 62 framlögð. Þá dagskrá þessa sveitarstjórnarfundar tæmd í dag. Forseti þakkar sveitarstjórn fyrir góðar umræður. Það nú kannski ekki miklar á þessum fundi, það er svona misjafnt eftir efnistökum hvað mikið að ræða, en það nú þannig bara svo það sé sagt að það má segja að samstarfi sveitarstjórn og hefur bara verið gott og það þannig að það ekki mörg ágreiningsefni sem koma upp og yfirleitt vinna í fastanefndu sveitarfélagsins sem þeim hætti að það samhljómur og gott samstarf í nefndunum. Forseti vill þakka starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir undirbúning á þessu fundi, tæknimanninum okkar knáa, Eiríki Jónssoni fyrir að vera alltaf með okkur og Stefáni Ólafssyni hjá húsverði hér í Menntaskólanum Borgarfjarðar fyrir þessa fermingarveislu sem hann býður okkur alltaf upp á og draga okkur að þessum fundi. En að því sögðu þá segi ég þessum fundi slitið og takk fyrir.